sorry. Og það Skál. bara eitt. Þúle, ég að fara í brúðkaup sko í dag. Hvað veistu það? Já, þetta er út á landi brúðkaupið. Já, Seyðisfirði. Ég hef ekki komið til Seyðisfirðar. Hvað er ég að segja? Ég hef oft komið til Seyðisfirðar. Ég fer á hverju einasta ári til Seyðisfirðar. Það er alveg ár sinni kom núna senast til Seyðisfirðar. Herru, við glemdum að gefa honum, ég bjóti gjöf handa Hauki Hólm. Já, sýndu í kameru. Já, þetta er bara svona bolli og glemdist að láta hann fá þetta, þannig að ég ætla að drekka úr Hauksbollanum. En samt bjór í, Bolla? Bolla, er það er svolítið svona... Bjóri bolla er heiðalegt, sko. Það gera þér á Seyðisfirði, myndi ég halda. Ég er að fara í þetta brúðkaup og það er, á morgun erum við að fara að spila golfmót og ég er í holli með Gilsinegger. Agli og Gurri konans. Já. Ég og Halldór Boga, vinnu minn. Og ég er mjög spenntur sko því Halldór er sko bara svona alvöru kylfingur. Hann er bara ógeðslega góður í golfi. Ég veit að Egill, ég held að hann sé bara svona tiltölulega nýbyrjaður en hann er svona natúru talent. Þú veist, hann er rosa góður með þessi nýbyrjaður. Þú veist, hann á ekki séns í Halldór en er samt góður sko. En er samt ekki verra að vera svona massaður í golfi? Gilsen er búinn að köttast sko. Hann er ekki ennþá massaður sko. Nei, ok. En eina sem ég hef ágjörð af með mig er að ég það er einhvern djöfis vöðvabólga bæði í brjóstinu og öxlinni sko. Já. Það mikil að í fyrradag, þú náttúrulega veist þetta, ég ætla að segja hlustendum frá þessu. Já, þú verður að opnaði með þetta, eða viltu það? Já. Þetta byrjaði fyrir 3 dögum og þá fekk ég svona verk í vinstra brjóstið og ég hef ekkert verið duglegur að mæta í bootcamp upp á Sigastið, bara út af álægi og börnunum og ég djöfilli maður. Verkinni vinstra brjóstinu upp áfram og degi 2 þá var þetta verra svo bara í gær þá bara eiginlega panikaði ég sko hringdi í heilsugæsluna og sagði ég er bara að drepast þetta í vinstra brjóstinu og það er svona hjartasaga í fjölskyldunni og eitthvað hún ég hringi eitt smá þú mátt bara koma þú vilt ég fyrir bara heilsugæslu stopp með þessi það er rosa erfitt að fá að koma á heilsugæslu. Já, ég held sko þegar þeim grunar eitthvað svona hjartavesen að þá er þau fljóta leifaðar að koma að stað. Maður ætti ekki að segja það bara. Hvað viltu bara fyrir random hjartalínur? Já, bara koma sér að, svo segja frá hinnu sem að sjáum hann. Já, tjekka það líka á raskatur á mér, ég er að drepast Nei, ég fer og þau skoða mig og það verðist bara allt verið góðu og eitthvað svona, en læknirinn, honum finnst eitthvað skrítið, þannig að hann vil senda mér blóðpröfu upp á spítala og bráðumóttöku ég er bara, Jesús góður það er ekki bara svona 7 tíma bið þannig ég fer þangað þarna staldraði aftur við sko að fara í blóðpröfu á bráðumóttökunni þeir geta nefnilega sko til að koma alveg í vekk fyrir að þetta sé eitthvað svona hjartadót þá þurfa að taka blóðpröfu sko ég vissi það ekki blóðpröfu bara venjulegum stað ég allavega var ég sendur það er svona akút blóðpröfa já, ég held líka að því ég sagði ég er að fara í brúðkaup eitthvað svona fáðu ekki út úr þessu bara eftir einhverja daga og það er ekki þannig, það tekur bara einhverja klukkutíma og þá takaði blóðpröfu og svo 3 tímum setna takaði aðra blóðpröfu ef þau eru mjög hrættir með þetta að segja eitthvað og þá geta það séð munin á þessum 2 blóðpröfum og einhver gildi er að hækka byggiti að þá eitthvað Af hverju ekki, sorry ég er alltaf að trufla söguna en af hverju erum við ekki komin lengra hvað var það blóðpröfur? Hún alltaf reyndi þarna maður sem getur þáttan eða myndinni hún var bara svikari Elisabeth hún var ekki að reyna neitt, hún var bara svikari Já, hún var svikari en þú veist, en fólk trúðinni Var það ekki bara instant svona blóð? Jú, hún var búin að semja við Walmart og fullt af einhverjum stórum stöðum en hvað hétt sér konu eftir? Þetta er svo góð mynd hún er sko held ég á Viltu vita nafnið? Já, þessi bíómynd er held ég ef ég man rétt inn á HBO þetta er kona sem náða að plata bara allan fjármálageran og fullt af fólki hún var bara með risa fyrirtæki það var bara huge headquarters einhvers þar í San Francisco og uppfinningin hennar var þannig að þú potaði putta eitthvað svona tæki það tekið smá blóðpröfa og svo áttir bara að fá niðurstöður bara Elizabeth Holmes og þú áttir að fá niðurstöðu bara samstundis bara eða það var eitthvað að þér og hugmyndin var að þú gæst bara labbaðin í Walmart og bara, það er eitthvað gildi í blóðinu, farði og talaði lækni út af bla bla hún sko
hún sko safnaði sko fleiri hundruð ef ekki $1 billion sko, 9 miljard dala. akkurat og hún fór svo langt í þessu að falsa sjálfan sig og þetta verkefni að hún breytti röddinu sinni, fór að tala svolítið svona Á hverju? til þess að vera meira svona ég veit ekki, svona vera, hún talaði bara svona en svo Já. þegar hún var upp á sviði og var að tala við fjárfesta þá breytti hún röddinni og var svona og fór að klæða sig líka í einhver svona Hallaföt, eða? svona turtleneck föt og var alltaf í svona íþróttaskóm eins og Steve Jobs Já, það var bara full on scam Hún vissi bara, hún bjóð til eitthvað vél sem hún vissi að virkar ekki. mig grunar sko að hún hefði fengið þessa hugmynd að þessari vél fundi strax ógeðslega jákvæð viðbrögð við vélinni og ákvað þá bara einhvern veginn bara fuck it, bara kýlum á þetta látum þetta gerast, sama hvað en þó ég sé bara að horfa á þessa mynd þá skil ég samt ekki alveg almennilega að þú veist það er væntanlega fullt af fólki að vinna í þessu fyrirtæki og er allir bara eitthvað með í skam, allavega þetta er áhugaverð mynd, hvað heitir þessi mynd allir? Ég veit það ekki, en fyrirtæki heitir Theranos. 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 Myndin heitir eitthvað, hún er svona framan á coverinu svona með puttan á lofti og Já. að blóðdrópi á Já, puttanum The Dropout, getur það verið. Dropout, Já. já, ég mælu með Dropout fyrir ykkur sem er að leita að einhverju góð til að horfa á helgina Sannar svika sögur. en ég sammálaðir, af hverju erum við ekki komið lengra þú veist, þetta leit út fyrir að vera það næsta skref í svona blóðpröfu dóti og þess var bara fullt af fólki sem keypti þetta bara einhver reisa fjárfestar og bara stór fyrirtæki og bara alls konar fólk en ég meina að þetta var ekki það mikið vesinn á mér hana í gær, ég fór upp á spítala og tók blóðpröfu og svo liði ykkur 3 tímar og svo fekk ég bara þær niðurstöður að ég þyrfti bara að fara heim að taka íbúfen sko. Þetta er greinlega bara einhver tognun eða Já, þannig að þú veist Eitthvað, ef þú setur puttan á hvar, maður sjá bara akkurat á brjóstinu Þetta er náttúrulega ekki hjarta eins og sko. Nei, en hún sagði samt í gær þú veist, ef þér grunar að þetta sé hjartaðið þá er það ekkert hjartað verkurinn er þú veist, í brjóstkassanum en hún sagði samt að þú getur framkallað verkin með einhverjum hætti eins og núna, ef ég ger svona þá spenni ég brjóstöðana þá finn ég meira til Þá er það tognun þá er mjög ólíklegt að þetta sé eitthvað tengt hjartanu en hún var samt ánægð með mig að ég skildi hafa komið Já, auðvitað, maður á að gera þetta það er alveg rétt en þegar þú sendið mér sér skilabóð þá, það er svona ljótt að mér að hugsa svona þá hugsaði ég bara here we go again sko. Hvað? Að þú hefur gert þetta áður smá nája fyrir þessu en ég er ekki að gaggrina það sko. Pabbi hefur fengið 2 afi minn dó úr þessu langa minn dó úr þessu og svo bara 1000 ára aftur í tíman hefur bara mín kynslóð bara verið að fá hjartaáfall sko. Nú hafa maður 3 börn og einhvern veginn ég vissi ég var á leiðinni til Seyðisfjarðar í brúðkaup og vildur ekki deyja þar? Ljótt að segja þetta ef einhvers staðar þá á Austfjörðum sko. en ég var ekki alveg enn að fara í eitthvað brúðkaup og vera eitthvað alltaf að pæla í þessu og svo var ógst að fyndi þegar ég var hjá henni frábær þessi læknir hérna, sem tók á móti mér hérna, á bráðamótingunni þá var ég eitthvað svona bara hún var eiginlega bara búin að útskrifa mig og var eitthvað, ég er bara að senda það heim þetta er ekkert alvarlegt blóðpururnar flottar hjartalínritið flott en ef þú andar svona inn í lungun eitthvað, hvernig líður þá fæ ég alveg verk sko ok, við ætlum að senda það þá bara í myndatöku á lunganu líka þá hugsaði ég eitthvað óguð að því það er annað ferli ný deild, myndataka, diggiti, bíða þannig ég þurfti að bíða þarna í aðra 3 tíma eða eitthvað Hvað fór í gegnum hausinn að það bara þá hugsaði ég reykja stundum Já, einmitt, ég hugsaði þetta og ég hugsaði með þessum daginn þegar við hittum þarna heim og bóða þá var ég eitthvað með veippenna alveg bara endalaust sko þannig þá fór ég að hugsa fuck, er þessi verkur út af því er ég að fá eitthvað svona ég fór bara að hugsa það versta skilur og hérna en samt einhvern veginn svona jákvæður sko ég var ekkert eitthvað en svo þegar hérna hún kallaði mig inn hann eftir einhverja 3 tíma þá tekur mig í svona hlíðarherbyggi að lesa upp niðurstöðunar þá þyrmdi yfir mig bara í svona 10 sekundur bara eitthvað það versta en svo var hún bara, lungun líta vel út eitthvað, engin sýking, ekkert sem kallar á neitt hættulegt þannig að taktu bara íbúfen og paratabs og láttu þetta er eitthvað tognun eða einhver vöðabólga eða eitthvað þannig að ég er bara góður sko Já, það er bara gott að vita að þú sést við hesta heilsu það er bara þannig, mannst eftir því sko að setja svolítið í mér þegar maður var
svona forvarnir þegar við erum litlir. Ég man alltaf eftir rosalegri mynd sem var svona forvarnir gegn reykingum. Það var mynd af ósæðinni, eða ekki svona aðalæðin í hjartanu, og hún bara kjaft full af einhverju ógeði. Nei. Það er svona ástæðan fyrir því að ég ætla ekki að reykja. Ég sá bara svo ósæð, hún bara uppfull af svona hvítu, fitu, ógeði, og svo var verið að sko ágreinilega einhver sem dóur þessu, þannig að það var verið að svona íta út úr ósæðinni svona fitunni. Já, svo getur þetta líka Satt í mér, sko. Já, svo getur þetta líka gerst alveg sama, þú veist, þó þú reykir ekki, sko. En Já, bara borða óhollt og eitthvað. Já, það hjálpar sem ekki, þú veist, auðvitað ekki. Nei. En ég hugsaði samt einhvern veginn þegar ég lendi í þessu, þú veist, ég hef nú ekki reykt það mikið yfir ævina fjandinn hafið að ég svo komið eitthvað stíplaðar æðar. Út af reykingum, nei. Þá var ég helvíti eitthvað óheppinn, sko. Það er kannski út af, þú veist, repjúoljunni eða eitthvað, svona, sem er í svona feitum mat. Repju. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Seinustu vikur og mánuðir hafa verið helvíti slappir. Það er bara því bara á lítið börnum, það er álag. Nei, þetta er ekki það, sko. Jú, það er fullt við af fólki komum upp þessu setti hérna. Já, það er samt fullt af fólki sem er að hlusta og sem á sko lítil börn og er í miklu erfiðari vinnu en við, sko. Við erum að vinna við að taka podcast, sko. Við viljum ekki gera lítið úr því. Ég er ekki að gera lítið úr því, en ég er bara að segja að það eru aðrar vinnur núti sem eru töluvert erfiðari, sko. Eins og til dæmis fólkið sem var að vinna með mér í gær á bráðamóttökunni. Ég horfði í kringum og ég hugsaði bara, what a heroes. Já, það er alvöru vinna, Fólk í alls konar ástandi sem komað inn og ég náttúrulega horfði bara upp á bráðamóttökuna bara í gær bara í 6 tíma. Það var alls konar sem gerist þetta. Já, voru ekki mörg rúm á göngunum og alls konar fólk sem liggur út út og... Jú, og álagaðum, en alltaf var starfsfólki að svona stemmar í þeim, sko. Já, létt og kátt og tóku vel á móti þér og... Ætli þau séu með svona, svona hefðir, eitthvað svona föstudagskakan eða... Ég hef heyrt, sko, höfum við ekki skemmt? Nei, við höfum aldrei skemmt bráðamóttökunni. Nei. Við höfum það alveg eftir. Nei, ég hef heyrt, sko, þeir sem hafa verið að veislustýra starfsfólki bráðamóttökunnar, sko, að þetta sé blautustu árshátíð sem kemst á, sko. Blautara þá bara en lækna árshátíð? Ég held að þetta sé meira fyllir í hjúku árshátíð. Já, ég held sko að fólk sem vinnur undir svona miklu álagi alla daga endalaust, það fer svona normalæsar þetta fyrir sér, þú veist, þetta verður bara partur eða mæti vinna, þau sjá alls konar, upplifa alls konar, hætta pæliði, en undirliggjandi er einhver svona hérna, hvað ég segja, svona álag í þeim, sko. Ekkert undirliggjandi, það er bara drullum mikið álag. Já, en ég held að þau er svona hægt að pæli því. Já. Svo þau detti í það, þá bara... Já, mér finnst það líka eðlilegt að því að þú veist, í öðrum vinnum bara, þú veist, bara í banka eða eitthvað, þá er alltaf eitthvað svona happy hour á 50 og þetta svona, fólk er alltaf svona reglulega að fá sér, sko, en þetta fólk má það ekki. Ég ætla líka bara ekki að bera það saman að vinna í banka og vinna á bráðamóttökunni. Nei, ég bara segja upp á það að vera sulla, skilur. En svo þegar við vorum að vinna fyrir þau elsku vinni mína í Kviku. Já, það er gott. Þetta er bara, ég hugsaði bara komaðinn, bara hér vil ég að börnin mín vinni þegar við erum eldri, sko. Þetta er svo hjallastefnan fyrir fullorðna, sko. Það er bara mötuneyti, bara með súrtisbrauði og það er bara tvírétta og það er bjórdæla í hotninu og það er bjórkvöld á morgun og stemming og gaman og árshátíðir í útlöndum og diggidi og dildi. Það vantaði bara búningana, skólafötin. Ég var svo öfundsjúkur í komaðinn. Ég hugsaði bara, af hverju er ég ekki að vinna hérna? Af hverju fór ég ekki bara lögfræðins og pabbi, kláraði hana og er bara hér eitthvað í öruggu umhverfi og eitthvað labba á milli bása og hlæja og hafa gaman og... Af hverju ekki fleiri fyrirtæki með uniform? Bara bankafólk í Kvikubanka er bara í Kvikufötunum. Já, þetta væri bara svo hjallastefnan, bara svona alla leið, sko. Og hann væri bara, bankastjórinn væri bara svolítið eins og skólastjóri hjallastefnunar. Já, þú veist, þá er líka bara að hugsa fleiri fyrirtæki, bara eins og Ormsson eða Kjörís eða hvað sem er. En mættur ekki þá svona gera búningin eitthvað sexy, eitthvað svona taka af skálmónum eða setja skyrtuna hans niður og... Jú, það má alveg, sko. Breyta, með að krakkandi þínir gera það við mæti skólan. Breyta fötunum? Já, eitthvað svona opna svona fyrir... Nei, þetta er undir 5 ára, sko. Ég er ekki að segja, Elmar mæti í hjallastefnur á mótnarna og svo reyna að gera sér sexy. Ég bara meina, þú veist, má hann ekki svona aðeins svona... Nei, þeim finnst þetta alveg cool þegar það komið gat á buxurnar, skilur þú? Það var svona... Já, það var svolítið svona rebels. Það er rebels, sko. Nei, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, eru búningar eins og á bráðamóttökunni, þau eru bara í hjúkubúningum. Uniform, það þarf að vinna með uniform. Er eitthvað svona, nú er ég ekki að tala um blæti,
og ég er ekki að reyna að sniður að fyndin, en er eitthvað svona í þér, eitthvað svona þegar þú sérð fólk í búningum svona sem kveikir smá í þér, bara smá, bara pínu, ekki neitt. Nei. Það er ekkert svona authority, svona, sér eitthvað löggu, konu eða eitthvað. Nei. Bara 0, bara gerir ekki neitt fyrir þig. Já, eða þú veist, bara fólk í vinnu, ég er ekki það. En er þú þar eða? Ég var ekki að hugsa í gerð, ég sat að bráðum og reyndar bara mjög góð vinkona Völu, var að vinna hana, ég var alls ekki eitthvað að stara á hana en ég fór bara, hugurinn leitar á alls konar staði þegar maður er á svona stað ég fór bara svona að hugsa þetta búningar er alveg smá Já, það er að grunninn er það Já, ég skal bara, búningar gera alveg smá fyrir mig eins og til dæmis löggubúningar Já. Þá meina ég það er authority í því þá Já, ég veit ekki hvað, heldur að segja það heldur að segja að maður sé svona Já, annars væri kannski finnast álversbúningur það gerir ekkert fyrir þig með hjálminn og gula vestinu hver er svona sístu búningarnir það er það er álversbúningur það er guli hjálmurinn og gula vesti það gerir ekki neitt það er því það er svo lúðalegt það er svo lúðalegt að vera með einhvern veginn svona öryggið skilur það er miklu svalar að væri bara inn á golfi í kersmiðinu bara í alvörinu bara með ekkert bara bera ofan bara djöflast ykkur áli það má ekki þú þarfst að vera í sérstökum sérstökum föðurlandi en ég held samt að ég sé ekkert einn í þessu bara til dæmis bara ég elska það að vala að klæða þessu upp í flugfröðudressið og fer út á mótana það er líka konaðinn skilur hún er að fara í mér finnst það pínu svona jú heiða var eins og á Vá það var alveg smá svona og ég hef alveg heyrt vinkonur mínar tala og það er alveg vitað eins og flugstjórar með rendurnar og hattinn og eitthvað svona þá voru kannski play flugstjórarnir það var ekki alveg notaf var það ekki einhver svona voru rauðu þau voru get basic voru rauðum galla Nei, nú er ég kannski að ruggla Vá byrjuðu þeir ekki eitthvað svona eins og bara Tom Cruise svona gömlu leðurdressi Vá var fjólublátt eða ekki Jú, Play var raut mér minnir stærstu mistöngin sem Vá er gerði ég fór mjög snemma í flug með Vá var þau var alltaf grínast í byrjun eitthvað svona greið fólki sem vann hana þurfti að vera eitthvað já, kæru gestir, þá erum við að fara ég man ekkert hvað þau sögðu manstu ekki eftir þessu? Jú Svona mónologurinn hjá yfirfreyjunni var eitthvað svona grín það er seinasta sem maður vill einhvern veginn heyra á maður fyrir flug er eitthvað svona grín Já, við vonandi komumst að áfangastað og þetta verður létt skíðað en það verður pompingur á leiðinni og við ætlum að serva drikki og því að eitthvað svona Já, þau fóru léttúlega með svona öryggisatrið bara eins og björgunarvestin ef við lendum í einhverju vesinni þá bara poppu upp björgunarvestin Já, það er verra þetta er bara svona comedy-drama ég vil bara hafa bara eins og Icelandair gerir þetta Mér líður alltaf ógeðslega vel í flugvél frá Icelandair það er bara svona þessi tilfinning ég er komin heim nú er Icelandair ekki að spónsa okkur ég er bara að tala vel það er ekki bara eina flugfélagið sem er í gangi en við höfum reynd og þau hafa ekki sagt já það okkur allavega ég er bara að meina það nú er Icelandair mikið í fréttum og svona og mér þykir bara genuinely ógeðslega vænt Icelandair já af því það var einhver umræða eitthvað svona er Ísland of lítið til þess að vera hald út í flugfélagi og ef ekki bara outsourca þessu til Evrópu og stopna bara eitthvað aflandsfélag á Möltu og ráðin einhverja evrópska flugmenn og þetta er bara, við erum of lítið land ég segi nei ég vil halda í Icelandair eins sterkt og ég get tilfinningin sérstaklega eins og þú þekkir svo í draumnum þegar maður er búin að fljúga bara frá Asíu yfir til Evrópu og þaðan eitthvað diggiti og svo inn í Icelandair flugvél alveg sama þó þessar Etihad flugvélar og hvað þetta heitir allt eru innan gæsalappa flottari að koma inn í Icelandair flugvél það bara út af þá innréttingunum flugfreyjur eru einhvern veginn með sama hæfileika og fólk sem vinnur við hjúkrun það er svona þetta hlýja viðmót einhvern veginn, maður heyrir í flugstjóranum tala íslensku og ég sakna alveg smá einhvern veginn, maður lendir og maður klappar það er hægt við erum að hætta að finna stað eitthvað astnalegt Líka í ljósið þess að ég hélt alltaf að tölvurnar lendi í vélunum en það er bara kjaftaði Við fengum að vita það var rúta í skíðaferðinni Já, sem er flugstjóri ég var alveg viss um það að þetta væri bara algjörlega sammála tölva en þau lenda og skipta fyrstulega á flugstjórin lendir
þú veist, úti og hinn heim Já, skilur. og þess vegna upplifum maður stundum svona aðeins svona harkari fluglendingar á sumrin af því þá eru hérna, er fólk sem er að læra flug að, þú veist, Læra flug, þú lærir ekkit flug og ert í vinnu við það sko. nei, ok Ég meinar nýjir flugmenn eða eitthvað svona. nýliðar í flugi fá Já. kannski að lenda, skilur það er ekki Já, já, já. einhver veteran sem er búin að vera í 1.000.000 ára að lenda Nei, þannig þá eru fluglendingarna svona, ég er ekki að tala um þessu harkalegar en svona, maður finnur Aðeins svona svona. aðeins meira en það er ekkert meira næs en að lenda bara svona finna ekkert fyrir því og það er bara eitthvað velkomin heim heimkaup.is þú getur panta vörur og fengið að senda beint heimtíðin eða sótar nýri mjóttina og fylgist þið vel með tilbóðunum inn á heimkaup.is þetta er besta og áræðanlegasta heimsending á Íslandi heimkaup svo núna þegar ég fyrir þetta brúðkaup þá er ekkert betra að ég ætla að fylla ferðartöskuna af sko Nóa poppinu fólk er gjössanlega sjúkt í þetta og ég ætla líka að taka með mér bíókroppið vegna þess að kona mín er háð þessu og ég borða 1 póka á dag áfram Nói Sirius Svo er ég búið Ormsson og ég verð sérstaklega að mæla með þvottaðilum sem við vorum að fá okkur AEG þvottavélarnar. og muniði ok, Hvað? við höfum þetta svolítið langa ölsingu muniði kæru hlustendur ég glemdi þessu líka seinast takiði skrúfurnar úr þvottavélinni framleiðslu flutningsskrúfurnar aftan á vélinni Sem halda tromlunni fastri. já, ég gerði það ekki og ég held að hún ætlaði að hoppa út úr húsinu Já, það er ekki. nei, Ormsson eru bestir þess að ná þessar Æslandi er auðlýsingar mér er alltaf svo ógeðslega mikið ég elska þetta fyrirtæki sko. Já, þetta er kannski þetta túlinn að tala en ég bara gæti I verið, love it sko. en þetta er samt rótgróið í þjóðarsalina og það er flugleiðir, skilur við. Það er það fyrsta sem að mann eftir. Þetta hét flugleiðir þegar við fórum fyrst skipt út Aha. Hét ekki að Æsland er fyrir en ég ætla ekki að fara að koma með eitthvað ártal Nei. en hérna flugleiðir maður, þessar hvítu vélar sko með svona þú horfið nú eitthvað aðeins á flugsöguna hjá Herri, Kristjáni ég Má. ætlaði að segja það ég hérna aftur, ef ykkur vantar ekkert að horfa á sérstaklega með ef þið barn sem elskar flugvélar sem er bara annarkvæmt barn þá eru frábæri þættirinn á streymisveitu sínar sem heitir Flugþjóðin frábæri þættir sögu flugsins á Íslandi Já. Íslandi er eðlilega stærsti parturinn af þessari sögu það kom aðeins inn í Íslandsflug hérna á tíðanbili og já, og hérna bara óslega gaman að sjá þetta og merkilegt líka eins og með þessar gömlu vélar, nú er sonur minn veist, hann er með einhvers konar límheila sko. Hann man allt þannig að hann er alltaf að tala um eitthvað Boeing 757 eitthvað svona og það er einhver vél sem er búin að vera hjá félaginu núna í 1.000.000 ár og hérna, hún er ennþá bara veist, ég þannig að keypt sko árið sem við fæðumst eða eitthvað já, nei, það er búið að selja hana ok, þá taka nýlegt já, það er hérna kallað Exit, hún var náttúrulega löng já, einmitt mikill háað í henni og... já, en það var að viðtala einhvern eldri hérna, flugmann sem var eitthvað, þetta eru bestu flugvélar sem já við nokkuð tímann höfum keypt ég meina það bara endurst ára keyptar árið 1980 eitthvað þessar vélar sem við vorum að tala um og seldar bara í fyrra eða eitthvað það saman með Fokkerinn þegar hann var í, við var náttúrulega að fljúga Fokkerinn og traustar vélar en við bara höldum Icelandair vonandi leysist þetta úr þessu og menn bara komist saman um það hvað ég að gera já það er líkilatrið í þessu en talandi um fyrirtæki sem við elskum þá elskum við líka Kjörís og hérna, ég hafði gaman að því það var mjög lífleg umræða hérna á Facebook nýja ísinn, hérna Pólís ég las til dæmis eitthvað svona er Kjörís fjölskyldan eitthvað að fokki okkur eða að þú sér það á coverun á ísnum þið sem eru að horfa þá er hérna, ef við fyrir með víðamynd þá er kassinina á borðinu og framan á Pólís og mér langar líka aðeins að því ég er sko genuine hérna, ég er sko genuine fan af þessum ís þetta er ísinn sem að pabbi minn, þegar pabbi var på spítalum daginn þá alveg fekk hann þá heilan að hann þyrfti að fá ananaslung er þetta það? Þetta er basically það nema þetta er sykurlaust og mjólkulaust hentar öllum, þetta er rauninni bara hollustað í ís en umræðan sem skapast í kringum ísinn var mjög lífleg að því á boxinu er lögreglu þjótt sem heldur á ananas á hvolfi og
Veitu, já, þetta er einhver umræða hérna sem að ananas og kolvi sko. það þýðir eitthvað. Það er nefnilega það sko. Já, hvað þýðir það eftir? Segjum til dæmis að þú farir í bónus núna helgina að vesla í matinn. Besta búðin. Já, langt best. Og hérna að þú myndir mæta mannesku með öfugan ananas í kerrunni. Eða segjum að þú var að labba Vesturbæinn, var að svæfa kannski í Magni og segir öfugan ananas fyrir utan eitthvað hús. Bara öfugan ananas fyrir utan hús? Þú var enda svolítið grimmur sko og væri með öfugan ananas fyrir utan hús. Það er svolítið mikið bara, það er svolítið mikið sko. Ok. Það er svolítið að fela þetta sko, það er svolítið svona falið sko. Já. Þess vegna eru kjöri svolítið sko djarfir sko. Ég er gaman að því. Já, þetta er bara referens í það. Ég veit það ekki. En þetta er alltaf á kassanum, skilur. Já. En skilur referensinni eða? Sko ég man eftir einhverju umræðu hérna á Eiðistorgi var eitthvað svona svingara dæmi. Já, þetta er basically það sko. Þannig að þú ert með öfugan ananas einhvers staðar, þá ertu að segja ég vil svinga. Já, það er það sko. En ég fór samt ekki að hugsa það að ég kaup oft ananas og ég hend honum bara hann í körfuna. Þetta geta still honum öfugum. Hann tollir heldur ekki öfugur í kerru. Nei, en maður gæti samt alveg verið með hann óvart öfugan. Þú veist, ef ég er bara með öfugan ananas onni í kerrunni bara því fyrir bónus að vesla, gefur það bara öllum leyfi til að labba upp að mér og vera eitthvað þú gerir gott. Það væri grillað sko. Það væri mjög grillað. Ég held að sé langsótt svona, ég meina, þetta er ananasbragð, hann heitir Pólís og þá er alveg eðlilegt að löggan haldi á ananas, en á hvolfi er alveg svona, skil það ekki alveg. Já, er handfang þarna, ég skildi ekki. Handfang? Nei, hann heldur bara eitthvað svona í einhvern stöngul sem kemur út úr honum. Já, koma svona stönglar út úr ananas. Ég er að lesa nú verð ég að sjá mynd af ananas bara í veistu hvað þegar þú ert að harvesta hann sko. Bara sem dæmi, Benni, að því að þú er stundum að pæla og við báðir í bara hvað er þetta, kaloríum og svona kjaftaði. Veistu hvað, eitt svona Pólísís eru margar kaloríur? Gískaði? 100. 50. Vá. Það er ekki raskat. Maður getur slátra 4 og verið bara góður sko. En já, þetta er skemmtilegt. Það er gaman að vera til svona lífleg umræða á netinu. Sko, ananas, sko, hvernig heldur hann vaxi? Svona, ef þú ættir að giska. Hann vex úr jörðinni. Einmitt. Og hann vex, sko... Ekki öfugur, hann vex vantilega réttur, laufin upp og búm. En hann rís upp, sko. Þannig að hann er á einhverjum stöngli, sko. Þetta er ógeðslega áhugaverður. Já, hann er ekki ón í jörðinni og ert ekki að rífa hann upp eins og kartöflu. Nei, hann er basically einhvern veginn, hann er bara svona, eins og blóm. Því heldur þetta áhugavert. Var bara einhvern tímann fyrir einhverjum 1000 árum einhverjum sem bara, þetta er nú áhugavert, best að choppa þetta, þetta er nú gott. Þetta fær mig oft til að hugsa bara hérna að geimveruna séu til, sko. Það er svo til mikið á rugli. Svona. Mamma sagði, ég myndi ekki að eitthvað, ég hafði nú enga þólimaði fyrir þessum Gunnari og þessu geimverutali. Nei, það er að því að hún hrædd við það. Mamma er náttúrulega bara, ef hún heyrir eitthvað í útvarpinu, þá er það bara heila á sannleikur, sko. Varstu ekki búin að heyra hvað þau voru að segja á rástöðu? Maður á að vera með grímu alltaf og mamma á ekki hittast fleiri en 3. Mamma var til dæmis mjög þæg í COVID. Hún fylgdi öllum reglum, hún hlýddi við því. Já, voru það ekki flestir samt? Ég held sko svona fólk eins og mömmur okkar þurfa bara að sjá geimveru fyrir framan sig með eigin augum og geimveran að segja bara eitthvað svona ég er úr geimnum til þess að trúa þig, sko. Já, eða Já. Eins og í myndinni hjá Steve Spielberg. En ef þú ert alveg heiðalegur, ekki eitthvað sniður fyrir podcastið. Hvað? Trúirðu á þetta í svona fullustu alvöru að sem geimverur meðalvor bara, að einhver hér er tónhilsi geimvera, bara átni hnötusmjöri geimvera. Nei, ég trúi því ekki. En ég trúi því mögulega að sé einhverstaðar. Bara kannski annarri vídd eða eitthvað. Það er svona, ég hrifnar að því. En að því að allt sem hann var að tala um og hefur komið fram núna í einhverjum vídeóm og er hann á þessu war.gov og eitthvað svona. Já. Það er allt eitthvað svona, þau eru að sjá einhver flygildi á jörðinni. Trúir þá því að það sé satt. Að það séu geimverur að fljúa eða bara eitthvað svona hernað geimverur ég er bara stundum ég veit ekki hvernig ég orða þetta er meira svona gaman að pæla í þessu spennandi, þetta er spennandi þetta er svona eitthvað hefð eitthvað sem þú þekkir ekki, sko. Já,
annars með píramídana eða fornleifar eða eitthvað svona sem svona óútskýrt það svona En eins og til dæmis þetta með píramídana, því ég veit þú elskar að tala um þetta sem undir píramídunum, að ég hef líka séð þetta, að það eitthvað risadæmi undir þeim, en ég hef aldrei fengið bara eitthvað svona, staðfestingu á því. Það bara eitthvað svona, þeir mögulega sáu myndir undir píramídunum og það mögulega diggiti, það engin eitthvað svona forseti Egyptalands verið bara eitthvað, kæru gestir, það sem sagt 500 metra sívalingur undir píramídunum, eða hvað það ekki svona 100 Já, eitthvað, nei, var ekki miklu meira var ekki bara heil hérna bara, hérna húsið í New York hana stóra Empire State já, bara heil Empire State niður Jú, kannski sko, það náttúrulega bara einhverju 2 vísindamenn sem gerðu þessa rannsókn með einhverjum leyserum og bylgjum það er ekki annars að koma að þessu þannig að maður bara trúa þeim en auðvitað vill forseti Egyptalands ekki vera að viðurkenna þetta það var bara búið að rústa sagfræðin í Egyptalandi Já, ég er samanlega sko. Mér finnst það skemmtilegt sko. Það er einmitt sem að köttaðist út úr viðtalinu við Gunnar og var þessi umræða af því að við Við vorum með fullan harðandis Já, það er svona stundum þegar maður er að gera tekník Við getum mögulega verið bara bladra núna og ekki búin að íta á rekk sko. Þess vegna Já, það sem hann sagði náttúrulega sko er að hérna, ég fór ekki að spyrja bara, þú veist, akkur er ekki bara eitthvað Bandaríkin, einhver her sem bara byrjar að grafa, bara ræðist inn í Egyptaland og byrjar að grafa sko. Það var ekki full brútalega Þú ert ekki að meiða neitt með því sko. Þú ætti bara Hvað, Bandaríki her að ráðast inn í landið og bara færið ykkur til að byrja að grafa þetta Já, við erum með veitingastæð þetta er okkar land Mér finnst það að vera svona sniðugra heldur en að ráðast inn í einhver land og drepa fólk sko. Bara að grafa og komast að einhverju Þú getur það ekkert bara farið inn í eitthvað land og byrja að grafa Hvað heldur þið geri? Eða bara bandaríski herin kemur og grafa allt hérna upp Ég þekki ekki utanríkisstefnu Egyptalands Nei, þeir eru með fínan herindar, Egyptar sko Það þyrfti sko að sannfara þjóðinum að væri einhver olía í Egyptalandi eða eitthvað svona, það er einhver einræðisherra við þurfum að steypa honum á stóli og við þurfum eitthvað svona vesinu fyrir gang Já, nei, sko, ég hérna en hún er, sko, hann var bara í bítinu áðan Gunnar Dan að tala um þetta sko Þetta er eitthvað að færast í aukana sko. Nei, hann sagði líka við talum okkur svona, þegar ég fór að trúa þá fór ég að sjá bara eitthvað drasl fljúa bara yfir húsið mitt Þegar hann fór að trúa Þá var ég eitthvað svona, ok Já. Er það ekki too much eða? Þú veist, þá fyrir að sjá eitthvað dót fljúa þú veist, ég myndi alveg tala um mig sem svona frekar opinn mann gagvart öllu Já. En ég hef aldrei actually séð eitthvað fljúa eða skilur Nei. Hvað var þetta? Herðu, þetta var flygildi skilur sko, nei. En hefur þú kannski einhvern tíðan séð einhver svona ljós sem varst að, hvað er það? Já. Nei, við höfum náttúrulega öll upplifað eitthvað svona að maður er kannski heima eitthvað svona niður í þvottahúsi og maður svona upplifað eins og sé einhver fyrir aftan mann Já, það er nú bara einhver svona náttræðsla, skilur Já og þú vaknar við einhverja vonda martröð Já eða hvað Já. En finnst þið hvort þetta líklega að það sé til álfar eða geimverur? Meina, er þetta ekki sama trúin, skilur við? Ég veit það ekki Eitthvað sem þú sér ekki? Mér sko, já, þá ætla ég að segja geimverur sko. Álfar er náttúrulega fáránlegasta sem ég veit sko. Alltaf því ég keyri Reykjanesbrautina og fram hjá Hafnarfirði og sé eitthvað Town of Elves þá er ég bara eitthvað, herru, kæru túristar það er enginn hérna í Hafnarfirði sem trúur þessu, þetta er eitthvað djöfisins markastrykk Hefur einhvern mann hitt Hafnfirðing sem trúur á álf bara svona alvöru trúur á álf Nei, og það er bara álfarnir eru hérna í steinunum en það er þeirra þá er þeir svona, við erum álfa bæði Já, þetta er bara já. Svo mikil heimska næringri átt sko. eins og ég man svo vel eftir svona sögum þegar maður krakki að var eitthvað, það kom inn að gröfum að þeir ætlaði að fjarlæga steinin hinn úr garðinum hjá þeim og grafan bara brotnaði Þetta eru bara álfarnir Já, nákvæmlega gerist það Þá bara, þetta er einhver risa steinn 15 tonn eða eitthvað og bara grafa ræður ekki við Já, það er bara það er engin álfur eitthvað, nú ætla ég að leggja álög á þessa gröfu þegar við erum heiminn í steininum og þessu bara á Íslandi það væri bara álfar út allt sko. Já, þetta er bara okkar geimverur myndi ég halda, en sko það var náttúrulega 93 mást ekki eftir þegar allir heldur að geimverurnar myndi birtast á Snæfellsjökli 5. nóvember 93 Ég get ekki sagt í munið það Ég man hvað voru gamli, 5 ára, ég man það Já, þú er alltaf með ótrúlega heila sko. Ég man eftir, það var bara bein útsending á Snæfellsjökli og Ómar Ragnarsson mættur og eitthvað
en þá sko þá var það bara gaur sem heitir Michael Dillon sem hélt í fram að geimverur hefur sendt sér skilaboð að það myndi birtast þarna 5. nóvember og það var ekki bara 10 manna, þetta eru 100 manna sem söfnuðu saman á Snæfellsjökli til að verða vitni að þessum geimverum já en það gerist ekki nei, gerist ekki raskat sko og það var sko alsamsæðiskenningin að geimverur sé með bækistöð undir Snæfellsjökli já, og að bandaríski herinn hafi sérstaklega gegnum tíðina fylgst með þessu svæði og að jökullin sé hlið í aðra vídd já, ég veit ekki sko, það er náttúrulega líka bara svo erfitt að vera pæli einhverju svona, eins og nú er ég á leiðinni til Seyðisfjarðar, það bara að koma rúminu heim til ömmu og pakka skóla draslinu fyrir krakkana og svo þegar ég pæli hvað er í matinn á morgun og þá og það held að geta bara kippt í spotta og panta hennar pizza og Dominos með Dominos appinu það er easy peasy kemst ekki eða hvað þetta þægilegt Elmar alltaf að segja easy peasy lemon squeezy já, er hann komin í það? já, Elskar hvað svona, það sem krakka segja þetta er allt eitthvað svona stigum já hann er búinn að segja þetta þinn já, þetta er svona soft, skilur svo já, fer þetta að vera svona aðeins meira- dónalega já, og svo er þetta svona það dónulegt að þú svona hei hvað ert að segja? Eitthvað svona eins og það er lag Já, svona núna viðbrögð. til dæmis sem að Eysteinn og vinnar sér alltaf að hlusta á sem heitir Júllur ég hef nú gaman að spila þetta fyrir það má hlustandur ekki sko sko, ég veit, ég er alveg svona báðum áttum með við hefum verið að lenda í því mikið í þessu podcasti og þess vegna kannski hefur Ok, ég ætla ekki kom þátturinn seint í gær já, ég ætla ekki að spila það eða fyrir það en hérna það er lag inn á Spotify þið sem eigið börn, sérstaklega börn sem eru svona eitthvað, 8+, þau hafa potið beðið ykkur að spila þetta lag já, en lagið heitir Júllur og söngvarinn er bara að tala um að sleikja Júllur og hann elskar Júllur og klípi Júllur og svona já, og ég spilaði þetta að því að ég var að skutla Eysteinn og einhverjum 4 vinnum hans og fótbolta einhvern daginn og þeir eitthvað sett á Júllur og ég bara sett á Júllur svo byrjaði bara lagið og ég sá bara hvað þau voru spenntir sko. það er svona bannlag Pabbi bara klípi Júllur og sleikja Júllur og vera með Júllur Júllufíknin byrjar snemma og Já, þú veist, þeir eru hann bara ungi strákar eitthvað í bíla er eitthvað Júllulag það er bara að normalæsa Júllur það þarf ekki svona að normalæsa það Júllur eru bara Júllur þannig að Eysteinn er oft sér Júllur minna Dagur á brjósti og hann sér Júllur daglega einmitt en þarna var eitthvað að sleika taka Júllurnar og já, en er því þá ekki svona lag sem er svolítið bannað og það er svolítið töff Jú, og svo, að hlusta á eitthvað sem er bannað svo finnst þeim þetta líka eitthvað fyndið sko. en ég held samt svona innst inni þá finnst þeim þetta líka smá sexy sko. þeir eru eitthvað Júllur hann er 8 ára sexy hvenær fórst þú að pæla í Júllum í fyrsta skipti? ég mjög veit það snemma ekki ég veit það ekki Jú, bara strákar eru bara Júllu óðir bara alla æfi já, heldur þessi ekki komið út frá brjóstakjöf eða svona Jó, grunni pælið, já, ég held það Já. Þú færð einhvern veginn móður mjólkina úr brjóstinu svo bara hættir það ekkert svo ertu bara sjúkur í þetta, svo ertu bara Já. tekin af brjósti bara eitthvað, þú veist, einsás eða eitthvað sumir seinna og svo ertu bara sjúkur í þetta alla æfi já, klípa og sjúga og sleikja já, Nei, hvað, Já, ég er að meina það já, ok Þú veist þannig, maður sér hana bíl fullan af ungum drengjum sem voru bara brjósti fyrir 6 árum þeir bara sakna þess að vera á Júllunni sleikja já, sjúga það er alltaf sumir sem að leifa börnunum sínum að vera brjóstið alveg til 8 ára sko. Já, það er náttúrulega bara weird Gleymið ekki, ég var á kaffihúsi í Chicago og það var strákur sem var svona 7 ára hann labbaði bara með mömmu sinni nýbúin að borða bara einhverja franskar og eitthvað lyfti svona upp kjólnum og já, það er sorry ég segi að dæma, en ég er bara að dæma en bara, þú veist það verður eftir hvað átt gamalt hvenær viltu stoppa þetta? sko, Þegar þú byrjar ég vil svolítið stoppa þetta nú er ég á þriðabanni, bara sko konunar vegna, af því að þetta er svo mikið álag fyrir þær að vera alltaf að gefa þessum börnum brjóst og þetta líka svona allt sem tekir svefnrútínu og einhvern veginn það dæmi verður flóknara til lengur sem börnin eru á brjósti að þau verður svo háð þessu ég skil rosa vel að konum finnst þetta næs, sérstaklega eða þú ert á þriðja barni og vilt svona haldi í þetta og þetta er gott fyrir barnið að fá brjóstamjólkina upp á bara svona vírusvarnir og jari og þetta er tengslanett og allt það, bara snild held með brjóstakjöf en þetta er svona þetta hamlar okkur pöbbanum svolítið það að börnin er það háð brjóstinu að þegar við erum einir með krakkana þá höfum við engin vopn annað en mögulega einhvern pela sem þið eiginlega vilja sjaldnast kannski eitthvað snuð þannig mér hefur alltaf fundist ég að verða svona frjálsari með börnin mín þegar þau hætt á brjósti og mér finnst líka allt heimilislífið verða svona þægilegra
þú veist, álagið á konuna minkar af því hún er hægt að gefa barninu brjóst en aftur ég skil að konur elski þetta en bara leið og þær sleppa takinu og eru sáttar með það og bara svona barnið byrja að borða venlegan mat og brjóstakjöfin hættir að þá er ég glaðari sko. En þá byrja júlusíkin sleikja júlu þú er alveg fyrirlestur brjóstakjöf Já, Nei, ég var meira að tala ég var ekki að tala þetta, ég var meira að tala bara þegar þú orðið svona stálpað barn þá ertu ekki að drekka á nóttunni þá ertu meira að fá þig bara eins og að fá þig vasklas þá hugsa ég bara why já. bara bassins og konar vegna bara, og ég er ekki að dæma, þetta er bara mín skoðun en barnið sem þú sást var 10 ára eða eitthvað Nei, hann hefur verið svona 6 til 8 ára, hann var alveg stór skilur, hann var að geta franskar fór úr frönskum bara, beint í mjólkina, mjólk og franskar lappaði mömmu sinni, lyfti kjólnum og sauga hann í brjóstin já mér fannst það skrítið sko. Nei, rjómi og franskar mér skrítið og líka bara konur sem bara geta aldrei gefið brjóst, það þetta er náttúrulega djöðus vesen sko, bara ekki taka það inn á okkur sko. þessi þurrmjólk er bara drullu góð það er bara allt í þessu sem öll börn þurfa og bara já, ekki að leifa þeim bara að gera það sem þeir vilja Nei, ég er að segja, sumar geta það ekki nei. Og ef þeir geta það ekki, ég er bara að peppa konur sem geta það ekki það er bara allt í góðu og ef brjóstakjöfin hættir eftir viku, mánuð, 3 og bara fuck it, bara sem börn lifa alveg af án brjóstamjólkar sko. Því fyrr sem brjóstakjöf hættir því fyrr getur fara að djamma Svo er það En svo er það er oft talað eitthvað meir ekki drekka og brjóstið og eitthvað svona en svo held ég að megi alveg, það er ekki að smittast mikið Ég las einhvað það Já, meina Ítalinn, hann gefur krökkum bara rauðvín í pela sko. Til að róa þau Já, nei Jú Það var nú gert í gamla dag hérna eitthvað svona að gefa börnum áfengi En ég manna eftir þegar ég var í Vestló þá fórum við heimsókn á svona skipti eitthvað prógram þá fór ég heim til einhvers svona stráks hann var búinn að drekka rauðvín í 5 ár okay, hann var að byrja að drekka rauðvín bara 12 ára eða eitthvað Já og þeim var skrítið að ég var ekki að drekka rauðvín Nei, svona, þegar þú varst í Vestló þannig að ef hann, ég mitt en væntalega það bara eitthvað svona 1 glas með pastarétt en þú finnur samt alveg á þér Já, ég fannst þetta skrítið ég bara fannst það undarlegt sko Ég man líka þegar ég fekk Dani í heimsókn sem skiptinema þegar ég var í 10. bekk bara í 10. bekk, þú veist, maður ekki sem byrjar í menntaskóla að þá voru þau bara fyllir í bara alla daga alltaf, þau voru bara full í viku Já og ég man að hann fór eitthvað hérna upp í búði í hverfinu og þú veist, eða ekki seldur bjór þar að því að Hvað heitir hann? Hvað hétt strákurinn? Já. Eitthvað Nikulás eða eitthvað Nikolai eitthvað svona og ég man að pabbi var alltaf að skuttla honum og pikk upp aðra krakka sem voru í þessu skiptinámi í Fossvoginum og skuttlaði mig upp á gullöldina og einhvern veginn komast þið þangað inn og voru bara að mökka sig Já, hérna sko, það er smá maður er ekki vanuð í Nei, en sko hvenær gerðu þetta? Voru 18 ára held ég hafa þetta skiptiprógram verið við frakkana hjá okkur sko. Við byrjum að fara til þeirra og það var alveg smá boring sko, því að þau bjuggu svo drift hann bjóði fjöllunum í einhverju villu ég er mjög heppinn með það bara meina að fjarlæðin á milli húsa var lengri og þú ert þarna og Baldur hinum já, það var ekki tækt að saminast en þegar hann kom hingað þá var hann ekkert heima á kvöldin sko. Nei, bara úti bara að djamma þannig að hann bara upplýði eitthvað geðveitt frjálsræði en við vorum bara þú veist, að hanga með fjölskylduna eitthvað á kvöldin og þau töluðu ekki staf en þá spyr ég mig út frá þessu ensku. Hvort er skárra þetta að byrja að venja krakkana bara á bara eitthvað svona södra rauðvín bara snemma og þetta er bara eðlug partur að því að borða góðan mat og fá sér eitt rauðvínsglas og eitthvað svona eða eins og við á Íslandi bara þetta er ekki í lagi bam 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 og svo bara stinga fóreldra haustnum og í jörð og bara vil ekki helst vita því að krakkandi séu á fyllir í og við einhvern veginn svona normulæsum aldrei áfengistrykju þannig að það verður alltaf svolítið svona bannað innan gæsalappa og fólk er svona að stelast í þetta skilur og þá verður til svona meiri svona fyllirís menning og það er bara horfum tilbaka, ég meina bjórn er ekki leyfður þetta fyrir 89 þannig að ég og þú erum eiginlega bara fyrsta kynslóðin sem einhvern veginn alin upp við bjór
hvað þá þegar kraftbjóðin koma og eitthvað svona og svona, en þú veist foreldrar okkar, þau bara blönduðu bara einhverju drastli og í eitthvað bjórlíki og Við erum alltaf bara og landi, ætlum að fá okkur landa. Við erum bara villimenn, samanbyrðið við sko Ítali og Spánveri og eitthvað svona. Já, þannig heldur að svona, ef þú myndir geta svona hoppað bara inn í íslenska menningu bara 100 ár fram í tíman, heldur að þá að það verði komin svona meiri svona fágun í svona áfengisneyslu og hvernig við höfum þessu öllu. Ég heldur að við verðum ennþá bara eitthvað Ég held kannski aðeins meiri fáun en þetta er samt svona genatíst í okkur. Eins og bara barinn í Keflavík heitir Loksins. Já. Þú sagðir ekki bara okkur flugvelli á LaGuardia sem heitir Finally. Nei. Þar farir bara eitthvað smá snitsel og eitt autt og mögulegt gin og tónik og svo inn í flugvél og Þetta er bara eins og með Ítalina, þeir drekka ekkert bjór. Það er bara svona einn max, eitthvað svona. Manst ekki þegar við vorum að fara í framkomutökur einhvern tímann miðjan vetur og það var oft að cancela flugum. Við förum upp á flugvöll, eitthvað, förum á Loksins og eitthvað, þú veist, byrjum eitthvað að fá okkur og hálf hérna flugstöðin er bara orðin bara mökkuð. Já. Svo bara öllum flugum er cancelað. Þannig að allir einhvern veginn fullir að redda sér leigubíl einhvern veginn til Reykjavíkur, svo bara stuttu seinna að Reykjanesbrautin er lokað. Ég man að það voru einhverju þingmenn annars veðinu. Það var veitum einhverju þingmenn alveg hella það sko. Það er þingmaður sem ég elska, hann er komið til okkar. Já. Geggjaður sko, bara mjög skemmt, ég ætla ekki að nafngreina hann. Nei. En hann var komin á svona 12 bjór sko. Það er bara flott. Hvað átt hann að gera? Nei, bara svo fyndi að vera einhvern veginn svona, já, ástu mín, ég er að fara hérna að sinna einhverju, svo bara mökkun á Keflavíkurflugvelli. Svo bara, hann basically bara fór upp á flugvöll, mökkaði sig og fór svo bara heim. Já. Var hann ráð þeirra þá eða? Já, ég held það. Hann gat fengið skull svo sem. En talandi þetta, áður við hættum, Áslaugar hérna, hún er nú að fá mikið fyrir því að hún hætti í vinnunni sinni. Ég ætlaði fyrst að vera eitthvað svona, er hún ekki búin að fá nógu mikla umfjöllur það að hún sé hætti vinnunni sinni, en svo mér þykir bara óslega vænt hana og Magga og þau öll sko. Já, sem bara einhver svona fjölskyldu. Af hverju? Ég er náttúrulega kynnist Magga bara í Vestló bróðir hann Áslaugar þegar hann gera 12-0 sko, og þá var Áslaugarna bara eitthvað í 9. bekk eða 8. bekk og var alltaf bara eitthvað, má ég koma inn að horfa á okkur klippa og satt stundum á rúminu með okkur að klippa og svona. Já. Og svo kynnist ég henni aftur einhvern veginn, ég man ekki, hún alltaf yngri við hvort það hefði verið, jú, í Vestló og svo eftir Vestló hún var eitthvað að vinna upp á Mogga þegar ég var upp á Mogga 2009 eitthvað, ish. Já. Allavega, og svo vinkona systur minnar, þannig að mér þykir bara mjög vænt Áslaugu sko. Já, ég er ekkert að gera lítið úr því að bara fokka það sko. Jæja, ok, nei, ég myndi ekkert segja slemt hana. Nei, það er bara gaman að því þegar fólk hættir í vinnunni og fær svo mikla umfjöllun, en það er bara flott. Hún sendir nú á einhverja grúppu, hún er að fara að vera ritstjóri Morgunblaðsins. Það var að koma einhver slúður það. Já, svo bara ekki. En mér fannst það samt eitthvað svona Make sense. og ég hugsaði líka bara eitthvað, er það ekki bara óslega gaman? Bara svona skapandi umhverfi og vera partur af umræðinni en kannski þessi þáttur er komin í loftið þá komið í ljós hvað hún er að fara að gera, en ég finn það líka því að hún er ekki nú dugleg að segja hvað hún er að fara að gera og svo er hún með eitthvað boð núna, hún er að fara að bjóða vinum og vandamönnum og það er einhver tilkynning og stuðningsfólki, ég er gaman að sko, því það bara allir mig að mæta, því að ég get bara sagt þér, ég er stuðningsmaður Áslaugarörnu eða skilur, hver sem ég get bara pottet. Ég er stuðningsmaður. Alltaf það er eitthvað svona, kæru vinir, ég hef fengið vinnu sem forstjóri Google og allir hvað er að fara að gera? Ég veit það ekki sko, en Gískaði? Já, eitthvað í útlöndum, mér er það svona líklast að því að þú veist, var hún ekki bara í fínu starfi á Íslandi? Hún sagði hún ekki líka eitthvað, einhver spurði eitthvað, myndu snúa aftur í pólitíkina? Nei, okay. Sagði útilokaru að fara aftur í pólitík? Nei, þannig að hún er alltaf að fara að gera það einhvern veginn mögulega, en sko það sem er náttúrulega sko, ég sá það bara strax á hún í Vestló að þetta er manneskja sem bara verður forsætisráðherra einhvern tímann. Vá, ég sá það alls ekki. Ég fannst hún vera með það bara svona plan en svo náttúrulega sko, ef hún hefði unnið formannin þá hefði hún orðið forsætisráðherra eftir 5 ára eða eitthvað sko. Já, ég held samt að það hafi bara verið heillarskref fyrir hann að verða ekki formaður og bara fá að fara til útlanda og eitthvað prófa nýtt og eitthvað og nú er eitthvað annað nýtt að gerast og hún er samt hún svo mynd snillingur í að einhvern veginn búa til hæp í kringum sjálfa sig. Það er alveg smá hæfileiki sko.
alveg eitthvað sem ég og þú ættum að tilengja okkur Já. meira sko. Vera duglegir á social media og Já, þú ert búin að vera reynda duglegur sko. Setja Já, eitthvað í aðeins reels og aðeins að story fikta í þessu, aðeins að læra þetta. Fengu followers í gær Ánægð með það Já, fullt af followers. Já, ég hveti ykkur til að follow okkur á Instagram, Herru, svo líka- Hlaðfréttir já, og líka- TikTok. Og ekki bara follow okkur þar Followið líka podcastið inn á þeim streymisveitum sem þið eru að nota Að fá þið bling, eða kemur nýtt aftur. Spotify var sem sagt bara að minna mig á að minna hlustendur á að gera þetta að ég ger þetta með þætti sem ég er að hlusta á þú fær ekki bling beint en það ferði Jó, það kemur svona kúla. ég fyrir libraries, fyrir new episodes og það sé ég allt það sem ég er að fylgja hvað er Já, komið já, nýtt sko. já. Og ég finn alveg á kvöldin og svona við byrjuðum eitthvað í gær eitthvað finnum eitthvað séri til að horfa á saman og við yfirleitt horfum á eitthvað svona crime, eitthvað svona finnst lík einhverstaðar og það er einhver löggukona sem er alveg þjáð af sársauka og ætlar að hætti vinnunni en ákveður að taka eitt mál í viðbót og finnum morðingjan og það var bróðir hennar eitthvað svona Mhm. og við byrjum að á Chestnut Men sem er búin að fá mjög góða dóma og serið 2 kom út í Á Netflix. þessu ári eða eitthvað og allir elska þetta og, svona, og ég byrjaði hver veit, það var eitthvað morð svakalegt morð, Já, já. svo byrtist einhver löggukona auðvitað, hún ætlar að hætti vinnunni getur ekki meir, ætlar bara að fyrir cybercrime því að hún á barn hún getur ekki lagt á barni sitt að vera detective þá fæ ég svona og svo ákveðin að taka eitt mál í viðbót þá fæ ég svona þannig ég er svona ég nefndu sig ekki sko mér finnst svona krimma þættir þetta er svona detta eiginlega í sama fyrir mér eins og bara svona Marvel bíómyndir Mhm. það kom út svo margar Marvel fyrst var þetta alveg sniðut Iron Man og eitthvað og ég var ekki gaman að þessu svo kom þetta bara út árlega bara í mörg ár og það bara svona jæja og nú er það einhvern veginn að gerast með þetta Nordic crime þjáð löggukona einhverstaðar út á landi helst í einhvern smábæ sem er að leysa einhverja ráðgátu og Já, já. svo kemur ljósa morðingin er sko yfirlöggan eða eitthvað svona Já, morðingin er allavega einhverja karakterum. Það er yfirleitt þess er svo gaman núna nú ætlum ég að segja þér frá því Já, að það hefur verið trendi núna í Hollywood og einhvern veginn í bíóheiminum að það hefur bara ekki svona independent mynd komist inn á bara svona topplistan bara í mörg ár þannig að framleiðendur og fyrirtæki í Hollywood eru bara að veðja á eitthvað remakes og Marvel og lalala og Lion King live action og eitthvað svona já, já. og fólk er komið ógeð það er 2 núna myndir sem eru í bíó önnur heitir Obsession sem er hérna hryllingsmynd leikstir af strák sem er fæddur 99 hinn heitir Obstacles og þetta eru myndir sem eru núna búin að slá þessar stóru myndir af þessum topplista í Ameríku þannig að núna eru vonandi segi ég sem bara unandi kvikmynda og ég elska fyrir bíó meira af þessu myndum svona original sögum og þannig bíó að koma aftur inn sko Við og fögnum ég því. vona að það gerist Allir í bíó. allir í bíó maður Við þakkum kjærlega fyrir okkur í dag. Góða skemmtun á Seyðisfirði takk fyrir það og njóttu lífsins. Og þið öll verið sæl.